samdi þá línu, getur þú sagt mér hvað varstu að hugsa á þeim tíma? Það sko, ég samti sko... Já, velkomin hérna í Bakvið tónlistina. Já, takk fyrir það, Bakvið lagið. Bakvið lagið hér í FM 95 Blö á þessum þriðju degi. Já, hvað sagði ég? Þetta sko... So please don't look at me like I'm the one who's dull. Hvað varst að spá þegar þú hættir í það? Hvað kemur á undan hérna? Þetta hérna sko... So please don't look at me like I'm the one who's dull. Já, ekki líta á mig eins og það sé ég sem að... Sé leðilegur. Já. Af því að þú ert a crazy bastard. Já. Okay. Já. I was walking down the beach. I was walking down the beach. I was walking down the beach. Nei, hvernig þetta? Já, mannst ekki eins og textaði. When I saw myself crying on the ground with my other half. Já, hvað varst að spá þar? Það hérna sem sagt sko, við spilum allir oft tveimur skjöldum. Já, varstu að hugsa svolítið það? Já, maður ekki alltaf sami maðurinn hvar sem maður kemur, skilur við. Nei. Þú veist, eins og einhver sagði, sko, það nú oft tár í auga trúðsins. Maður getur verið að sprella og grínast og rosa hress og skemmtilegur eins og maður í útvarpi og svona. Já. Svo kemur maður heim og þá maður kannski allt annað maður. Það áttu fann að gráta í kottaverið bara. Já, og það my other half. Það hinn helmingurinn. Já, heyriði kæru hlustendur. Það margir, nei, ég geymi ít að stoppa á þessu. Já, ok, fyrir utan það, næsta lag var með Selena Gomez og heitir Come and Get It. Það hvort þeir aldrei verið spilað hérna, afsakaði þetta, Heiður Östmann. Það bara ekki spilað í mínu þetta. Nei, út með það. Já, Selena Gomez, brutlega. Þá betra að spila, ef þið finnst það sé að koma að leiða þetta lag. Ég er bara ekki... Þetta var bara crazy bastard aftur. Ég er bara ekki að fara að spila Selena Gomez hérna í þessum þetta. Það er bara þannig. Einhvers staðar verði ég að draga línuna. Ég er 33 ára gamall. Og FM 95 Blö hefur hafið göngu sína þennan, fína þriðju dag. Það er 14. maí. Ekkert að veðri, sólin það má kannski aðeins fara að íta í hitanið, ekki? Jó, það veitir við erum að vinna með 10 gráðurnar. Já, þetta ennþá sko úlpa. Já, maður er ekki út á peysunni. Nei. Þetta úlpuveður sko. Smá úlpi í þessu. Og við erum búin að komast að því að hvað Sveppi var að hugsa þegar hann samdi sínar línur í Crazy Bastard. Crying on with my other half. Frábært. En við erum reynda með rosalega þáttandegur í dag, kæru hlustendur. Og ber þar hæst að paranoia nágranninn fyrir á kostum í dag. Við erum búin að taka það upp og heppnaðist bara eins vel og að getur heppnast held ég. Já, það var fullkomið. Það var alveg, þetta var eitt af þessum símtölum sem maður vill ekki hætta. Við vill bara halda áfram út í endalausa. Og símtölin voru líka svona nákvæmlega eins og við sáum þetta fyrir okkur þegar við ákveðum að byrja meðan dagskvöldið. Já. Það var sem sagt, við lendum núna í dag að það eru manneskjur sem við erum að tala við sem vita hverjir allir eru á stigagangnum og það er svo fallegt. Hvað Bjarki bara, hann alltaf með partí? Bjarki? Nei, alls ekki. Þannig ekki missa því, þá eru að hringja í stigaganga við Sveppi og þykjast búaðar eða þykjast vera nýfluttir ánga. Við ætlum að hringja til Moldavíu því að þau eru svo þjóð er að keppa í kvöldi Eurovision, fórkeppni í Malmö og svo er það talaði við símtal sem er líka stórkostlegt í dag og búið að taka upp. Það er bóndi á ferð sem er æðislegur. Já. Og hann kemur á fjöllum. Hann kemur á fjöllum í orðsins fyllstu merkingu. Já. Og svo er náttúrulega fasti liðir eins og sturlar staðreindir, slúðrið og þið þekkið þetta, kæru hlustendur. Það er verið fjör. Og ég vil byrja á því að óska afmælisbarni dagsins til hamingju með daginn. Það var Gilsarinn í gær. Hver er það í dag? Nú það er ekki verri maður. Hann er fættur, þetta er hugmynd, ég er með getrun. Ok. Hann er fættur í dag, 14. maí. Já. 1943. 1943, þannig hann er 70 ára. Hann er 69 ára, já, alltaf ekki 70 ára, já. Já, þannig við erum að tala þetta er eitthvað af þessum, gömlu krumpuðu köllum sem þú dýrkar. Hvort er þetta Mick Jagger eða Keith Richards? Hann fættist á Ísafirði. Nú, það hvoruðu þeirra? Jep. Er þetta Jackson? Nei, ég veit ekki hvað hver er þetta. Hann kláraði stúdentspróf. Já, þetta er Ólafur Ragnar Grímsson. Það er gamli Óli. Forseti Íslands á afmæli í dag og hvernig læti, hann var búinn að ringja mig hérna áðan, hann bað eitt lag og eitt lag í dag, það er She-Wolf með David Guetta. Óli, ég vona að setja að hlusta. Dorreitur farið núr og ofan. She-Wolf er farið í gang. Og hann er með byltu á hausnum.
Spila fyrir forseta okkar Ólaf Ragnar Grímsson sem er 70 í dag. David Guetta, She-Wolf í miklu uppáldi á kallinn. Það hlusta hér á FM 95 Blö, Ötti og Sveppi í Fanta formi þennan þriðjudaginn. Og þú veist hvað er næst, Sverrir? Já, og það ætti nú hlustandur FM líka að vita. Það er að sjálfsögðu komið að slúðri. Það er rétt hjá þér og ég er með ágætis slúðupakka í dag. Og já, ég ætla að byrja slúðrið á hvíta hyskinu Dínu Lohan. Veistu hver það er? Nei, það er mamma Lindsay Lohan. Já, ég hefði nú getað hugsað það svo. Já, og já, eins og þið kannski heyrið þá er hún ekkert í sérstöku uppáldið að mér? Mínu mati, já, einn versta, maður á ekki að vera svona dómarur, en þetta er allavega ekki mamma ásins, það er nokkuð ljóst. Dóttir hennar Lindsay Lohan er í meðferð núna og Dína Lohan, hún var spurð af TMC papparötsum hvernig gengi í meðferðinni, en veistu hvað hún var spurð? Nei, hún var á djamminu með yngri dóttir sinni og já, þetta er ekki hægt sko. Það er vel gert maður. Já, Lindsay Lohan er í meðferð, þá fer hún bara með 17 ára dóttir sinni á djammi. Hún er að glíma með eitthvað þessi kona, þessi Dína Lohan, þetta er auðningi. Nei, nú ætlum ég að fá að stoppa. Nei, ég fatta það bara núna þegar ég les þessa frétt að þú færði ekkert að stoppa mig. Sko, Lindsay Lohan ringdi í 911 hann út í Bandaríkjunum daginn því að hún lenti í slagsmálu með mömmu sína út af kókaini. Já, og voru hún held ég búin að klára það. Vantaði meira. Nei, ég veit það ekki, þetta er allt eitthvað svona. Það var það þannig, já. Já, þessi Dína Lohan, hún er athyglisjúk og hún selur fréttir sjálfa sig og börnin sín. Þannig að ég get einhvern veginn ekki annað en talað illa um hana. Hún er 50. Já. Ég er að lesa hérna hana sko, hún var með þátt sem heitir eitthvað... Já, hann gekk ekkert. Living Lohan. Akkurat, það var... Með yngri dóttur sinni. Já, af því að Lindsay Lohan vildi ekki taka þátt í þeim raunveruleika þætti. Mammina var ekki sátt með það sem að Lindsay Lohan var svona aðalstjarnan, en það fekk Living Lohan ekkert áhorf því að það nefndi enginn að horfa á einhverja 50 konur að djamma með barninu sínu. Skiljanlega. Já. Þannig að, það er einhver athyglisík í henni og... Þetta er salt í grautin, náttúrulega að taka þátt í svona raunveruleika þætti. Það er alveg rétt hjá Sverrir, það má ekki gleyma því. Ég nenni ekki að fjalla minna vitleysing maður. Ég held að það getur verið mjög skemmtilegur raunveruleika þáttur. Það sem að ég og pabbi værum saman. Já, fara að veiða og spila og svona. Nei, djammið maður, djammið. Já, það reyndar væri veisla. Ég og pabbi maður. Já, pabbi, hvert er að fara? Maður bara á austur. En það er strax allt annað, þú ert 36 ára. Þú ert ekki, þú hefur aldur til að fara inn á skemmtistæðina. Já, reyndar. Ekki dóttir hennar. Nei, hún er 17, já. Herru, svo er það... Þú var hugguleg kona samt. Dína Lohan. Já. Ég getur vel verið en ég sé það ekki. Nei. Vegna, sko, heifts. Já, ég skil það. Svo er það Jennifer Aniston. Hún er yndisleg. Þú elskar hana, hún er vinkon okkar. En hún var spurð að því daginn hvernig hún heldur sér í svona rosalegu formi. Er ekki búið að spyrja alla konur á því í heiminum? Jó, það liggur við. En það var líka verið að rósa húðin hennar og eitthvað. Já, og hver... Hversu vel gengum mann í lífinu þegar það er verið að fara að rósa húðinni manns? Já, heldur að við munum ekkert að lendi því. Nei, líka ekki. Bóttlega góða er húðinu. Já, bara öllar í burtum. Bara burtum hennar mikrofónu og kameru, þetta er ógætt. Látum við vera þarna fýbliðið. Hvað gerur þetta að halda húðinu? Hvað ger ég? Haldur kjafti. Já. Það látum þessi mikrofónu, þess að sólinn aldrei skín. En hún er 44 ára, hún Jennifer Aniston og já, hún vill þakka jóga fyrir allt saman. Hver er það? Jóki Björn? Já, það er snillingur hann í Breiðholtinu. Nei, hún stundar jóga og hefur gert í mörg ár og veist það, ég þarf að fara að skoða jóga því að sko átrúnargóð mitt Ryan Giggs, hann er ennþá að spila fertur af því að hann er í jóga. Nú er Frank Lampard byrjar að stunda jóga, Jennifer Aniston og ég á vinn. Já, til hamingju með það. Takk fyrir það. Og hérna... Það er ekki búið. Hann hefur aldrei stundað íþróttir. Nei. Hann er alveg lamaður í íþróttum, aldrei og hatar íþróttir og átti aldrei leikfimi stóti eða neitt. Nei. Og alltaf bara í kínaskóm í leikfimi. Já, og alltaf eftir kínaskóm, hvað var það? Það bara, veist. Það dó. Það dó svolítið. Og það voru, hann var alltaf verið algjör auðmikið og svolítið svona þykkur og alltaf bara, ef hann sér bolta, hann veit ekki alveg hvað hann á að gera við hann eða neitt, bara alveg lamaður. Já. Hann fór í jóga og hann var bara breyttur maður eftir það, sko.
Já, þú ert að selja mig það. Nú fer ég í jóka. Það bræðni. Það var slúðurpakki dagsins. Það var svaðalega slúður, maður. Já. Það var alveg magna slúður. Hold up. Hey, for my niggas who be thinking we soft, we gon' play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey, for my niggas who be acting too bold, take a seat. Hope you're ready for the next episode. Hey, smoke weed every day. Plata vikunar á FM 957. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Túborg á 140 ára afmælum þessar mundir. Í tilefni þess mun danska kráin bjóða hálfan lítra af Túborg á 140 krónur á milli 8 og 9 í kvöld. Ég endurtek hálfur lítri af Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg. Alvöru eldgrillaðir hambúrgarar og heimalagaðar sósur. Hambúrgarasmiðjan, Grensásvegi. Allir í bátana því nú verður spilað. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Vilt þú læra að búa til tölvuleik, flytja mál í dómsal, hanna burðarþol mannvirkja, stofna þitt eigið fyrirtæki eða rannsaka sálarlíf menntaskólanema? Háskólinn í Reykjavík leiðandi háskóli á sviði tölvunarfræði, viðskiptafræði, lögfræði, sálfræði og tækni og verkfræði. Nemendur í HR í góðum tengslum við atvinnulífið og geta tekið hlut af náminu erlendis. Kynntu þeim námið á hr.is. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Föstudagur Stöð 2. Það komið að loka þættinum af spurningabombunni í bili. Það harðbannað að missa hörkuspennandi lokaþætti af spurningabombunni. Grínararnir Anna Svava og Þorsteinn Guðmundsson á móti leikaraparinu Köllu Margréti og Bergi Þór. Spurningabomban föstudagur Stöð 2 kl. 20:10. Stöð 2 í leiftrandi Háskirkju. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Boltasmára 1, Kópavogi. Hversu gott grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Safnaðu frímerkjum hvað mikil stemming hér hjá okkur Sveppa í FM 95 Blö. Styttist í paranoia nágrannan, talaði við símtal, sturla staðreyndir og fleira. Allt að gerast, en við ætlum að taka hérna smá Eurovision-hotn núna við Sveppi. Já, það Eurovision í kvöld. Ísland reyndar ekki að keppa. Þeir eru á 50-daginn, okkar menn. Já. Strákarnir, ég á Líf á 50-daginn. Ég hræddu við það. Já, ertu spenntur? Spenntur? Já. Ég er ekkert spenntur. Hvað, ekki alltaf með þig? Ok. Ég er ekkert eitthvað spenntur. Nei, ekki heldur. Ekki þannig, þetta er ekkert eins og ef Ísland var að keppa í úrslitunum í HM í handbolta. Nei, það er ekki að tala um það. En stundum með fólk, sko, ég sá status á Facebook í gær sem fólk skrifaði yes, Eurovision vika hafin. Já. Það er einhverju spenntir að núti. Já, byttu fyrir. Þetta er náttúrulega bara... En sko... Allir villisur í þetta, þannig séð, sko. Í kvöld Eurovision. Já. Og það sýnt á RÚV örugglega. Þetta er þess að fyrra svona semi-finals kvöldi. Já. Og við erum á 5. Í kvöld Austuríki, Belarus, ég ætla bara að lesa þetta einsku. Ástría, Belarus, Belgium, Belgia, Króatía, Kýpur, Danmörk. Nei, lesa það einsku. Írland, Írland. Montenegro, eitthvað, Rússar og Serbía, Slóveni og eitthvað. Það sem að slæðir mig mest er að ég vissi bara ekki að vera svona mörg lönd í Evrópu. Nei, fyrir utan það. En einhvers Íslendingur að fara að setjast niður með popp og kók í kvöld og horfa á, skilur, Rússa og Serba vera að syngja í Eurovision þar við erum ekki að fara að koma á eftir þeim? Æ, veistu hvað, ég var alveg á sama stað og þú í þessu, sko. Já. Svo þegar þú átt 9 ára stelpu heima. Já, hvað, Þórdís kallar bara degi og spennu að sjá hvað Úkraína kemur með í kvöldu, eða? Já, hún vill horfa á þetta allt. Er það máli? Já, hún vill fylgjast með og pæla og skrifa og... Já, kannski svona fyrir aðalkvöldi og svona. Já. Ég er ekki að fara að horfa á þetta, sko. Nei, en núna þurfa að segja það er örugglega eitthvað svona fjölskyldufólk sem er að fara að setjast. Já, þetta er þannig, sko, fílingur. Og svo er þetta alltaf þannig, þetta er bara að finna góða ástæðu til að grilla, sko. Já, grilla. Eurovision í kvöldu að grilla. Og poppa. Poppa, og svo er þetta í gangi. Og maður kíkir á þetta með öðru auganu, skilur. Já, við erum að spája að gefa hérna, við ákvæðum bara svona skoða eitthvað lönd sem við höfum aldrei hringt til við Sveppi og já,
Moldóvía var fyrir valinu hérna hjá okkur. Og ég held að þar byggja allir í moldarkofum. Akkurat. Nú það skemmt. Þannig ég vitlaus. En áður við hringjum til Moldavíu. Já. Eigum við að heyra aðeins lagið þeirra? Getur það? Ég með það hérna. Það hún Aljóna Moon sem með þetta lag. Þetta sem sagt Moldóvía og þau eru að keppa í kvöld. Fallegt myndband, hún í einhverjum brúðakjól að syngja. Hei, hún syngur á móðumálun líka eins og við. Já, við erum ekki einu hálfvitandur. Þetta ekta Eurovision. Já, svolítið Eurovision í þessu. Rosalegt Eurovision. Svo kemur, veistu, uppbyggingin repra ámörgla. Já. Svo kemur eitthvað smá techno inn í þetta. Það er komið techno í þetta? Ísturlands techno eitthvað. Ok. Hún veitir líka að þetta er huguleg stelpa sem að syngja. Nú, það? Við erum náttúrulega með hugulegan söngur að hana. Já, sem reyndar eins og stelpa. Jájá. Já, þetta er ekkert eitthvað sem þú sittur á fóninu. Nei, þetta er ekki 12 stig frá þetta blöð, sko. En við ætlum að, ef við ekki að ringja og aðtúa hvað þau hatt út í Moldavíu. Já, þau hefur bara aldrei talað við Moldova. Ekki heldur. Og við ætlum að aðtúa, er bara spenna á Íslandi fyrir Eurovision eða er spenna í Moldavíu líka og, maður sjá, ég hef nú búin að finna eitthvað númer hérna. Já, tjekkum á þessu. Þetta er eitthvað bara held ég hérna. Maður sjá. Halló? Robin Pop, добрый день. Yes, hello, do you speak English? Hello? No. Not little? Halló? Já, það er bara þessi típa. Já. Hæ? Típisku Moldói þarna fær. Djók, hvað þetta maður? Hvað, verður maður að reyna eitthvað annað hérna, byrju? Hello, Pabnica. Yes, hello? Do you speak English? No. Why not? Okay, somebody there speak English? Oh, one moment. Thank you. Because we're calling from the police. Segin það bara. Ekki hræða maður. Ná, heyri, ég reiður, sko. Hvað ætla hann að færa bara til götu? Hello? Yes, hello? Do you speak English? A little, but I'll try. A little, thank you. Okay, thank you very much. My name is Ötti. And my name is Audi. Okay. And beside me is my brother, Mushroom. Sveppi, say hi. Hi. And we are calling from Iceland. And? Yeah. Yes, and do you know that Aljóna Moon? No. She is... You're wrong telephone number. No, we're not looking for her. Are you gonna watch her tonight in Eurovision? No, I think you're wrong number telephone. This is in Moldova, right? No, Moscow. It's Moldova. Yeah, Moldova. Yes. We love it. We love Moldova. Sorry, but I'm busy now. Are you gonna watch the Eurovision tonight? No, I'm very busy now. So, yeah, this is tonight though. Sorry, but I must go. It's in the television. It's in television. Don't go! Come on, maður! Moldova! Vá, hvað Moldova er að lækja álitið að með maður. Það er aldrei til Moldova. Nei, svona gerist þetta bara. Það er bara akkurat út af einhverju svona sem að rákaðu bara, herri, ég ætla ekki að fara að kíkja þangað. Einmitt, það er heill. Sko, við erum að tala um það er bara einn maður í Moldova sem er bara að skemma túrismann. Já, ég ætla að gefa þessu eitt sens enn og ég fæ aftur svona kúk, þá fer ég aldrei þangað. Ó, ég sem ætla að fara þarna með familíuna. Í sumar eða? Ok. Ég verð að segja að það er dött. Já, þið voru konum íbúð eitthvað, ekki? Já. Hvað ætlið þið að vera? Ætlum að vera inn í nartar. Herri, þetta hérna kengur ekki. Og þá er þið brjálæður. Da? Yes, hello, do you speak English? Yes, I speak English. You speak English. Okay, hello, my name is Ötti. Okay, my name is Svetlana. Nice to meet you. Svetlana, hi, nice to meet you. And my brother is with me. His name is Sveppi. Hi, how are you? Hi, fine. Hi, fine. We were wondering, we are calling from Iceland. And we are wondering, because you are in Moldova, right? Yes. Yes. Are you going to watch Eurovision tonight? Eurovision tonight? Yeah. What does it mean? There's a Eurovision song contest. It's in Sweden now. And Moldova has a song there. Yeah, Aljóna Moon, Me is singing for you. Are you going to watch her? Sorry, I speak English, but I little bit don't understand. Eurovision tonight in Moldova, yes, and
No, it's not in Moldova, it's in Sweden, but Moldova is competing tonight. Moldova has a song. Song? Yes, they are singing. Aljona Moon. Okay, sorry, I don't know Moldavian music and Moldavian singers. I'm Russian and it's not my culture. Okay, so you're not gonna watch tonight? No. Okay, but have you heard of Eyþór Ingi and his song, Ég á líf? You have heard about that? No. No. How is Moldova today? Very nice. Very nice, good weather? Not today rain, but before 1 month it was very sunny. Okay, rain today? Today rain, yes. Was it raining, man? Hallelujah. No, just kidding. Okay, sorry. We have some questions. Maybe I can help you with something because I stay with my son now and I don't have a lot of time to talking about. Yes. It's no problem. No, it's no problem. So you don't know Eyþór Ingi and you don't even know your own contender, so it's okay. Thank you. Okay, ciao, bye. Ciao. Love you. Ciao. We love you. We love you. Þetta var, Moldovia og við fengum þá allavega einhverja stúlku sem að talaði við okkur, hún virkaði mjög almennleg. Hún breytti því að ég er til í að fara á okkar. En það hefur engin raskat áhuga á Eurovision í Moldovia. Nei, ég held bara að það... Þetta er bara Ísland. Þeirra lönd... Þess að Bonnie Tyler að syngja fyrir Breta og ekki eru þeirra skítið þess að spennu, sko. Nei, hann er góð. Nei. Bretar, hefur hlustað á breska þulinn sem er alltaf... Já, þeir bara rakkið það niður. Já. Þeir bara nenni ekki að horfa á þetta. Nei. Þetta var Moldovia og, við gefum þeim 12 stig. Nei. Moldova, du boso! And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. Can't hold us. Hvað segir hann? Sveppurinn að fíla þetta. Put your hands up. Like the ceiling can't hold us, held ég. Hvað þýð það? Það er bara, þú veist, þannig að þakið er bara falla undan okkur, það getur ekki haldið okkur uppi. Já, sæll. Já, það er mikil stemming hjá hann. Hefur þú lent í svo mikil stemmingu það? Að það ekki rifnað húsinu? Já. Já, gættu. Já. Þetta sveppi krull. Það styttist hér í Sturla staðreyndir og frábæran dagskóli sem við byrjum í síðustu viku sem heitir Paranoia nágranninn. Og hann heppnaðist fullkomlega þessu sinni. Ekki missa því, þá ringjum við í stigagang og látum eins og við séum nýfluttir þar inn og erum með nöfninu öllum í stigagangnum og svona. Erum að fýblast í fólki. En ég ætla að spyrja það, Sveppi. Af því að nú er Sverrir Bergmann og Óli Gemti. Þeir eru að fara að byrja með morgunþátt hér á FM. Já, veitu það. Og þeir eru í einhverju vesen að finna nafn á hann. Ég ætla nú ekki að beða um að hjálpa með það, þar sem þú ert nú búin að reyna aðstofa það við það. En mér er svolítið áhugavert að nöfnum voru ekkert frábær. Jú, já. En mér er svolítið áhugavert að Svessi sagði í morgun, þegar ég heyrði á eitthvað verið að tala um þetta, að, niðri vinnu, að þetta væri næstu jafn erfitt og að finna nafn á hljómsveit. Og hann sagði að það hefði verið erfiðasta sem hann hefði lent í á ævinni. Ég meina þeir enduðu með nafni Daysleeper, þannig að þeir verðast nú ekki að hafa lagt allt og mikið í það. Nei. Já, það er ágætislag. Nei, ágætislag, já það er endur ágætislag með R.E.M. en ágætisnafn á hljómsveit líka. En ég fór svona að hugsa, hvað myndir þú skýra hljómsveitina þína? Ef þú væri tónlistarmaður, og ef þú væri tónlistarmaður, sérðu þig sjálf aðeins sem söngvara, eða ert þá gítar, trommum, hvað ert að gera? Ég er lítir. Þú ert lítir, þú vilt vera söngvarinn? Já. Já, ég sé mér svolítið á gítar. Já, svolítið svona... Ég er svona Ricky Sambora. Já, svona þögla típan á gítarnum. Já, ég er eiginlega svolítið svona Keith Richards og Richie Sambora. Ég er á gítar en ég vill vera aðalmaðurinn. Og bögga mig, ég sé ekki söngvarinn. Ég var í hljómsveit sem að hét Johnny and the Donuts. Og við spilum nú aldrei. Johnny and the Donuts? Já, Johnny and the Donuts. Eða Pétur alltaf að stela þess að þér? Hann er alltaf með, voru þetta Jimmy and the Donuts? Nei, hann segir Jimmy's and the Johnny's, já. Jimmy's and the Johnny's, já, þessi hétt bara Johnny and the Donuts. Já, og hneturnar, það er gott nafn. Hneturnar, nei, kleinurhinginu. Nei, kleinurhinginu, sorry. Já. Og ég myndi, ef ég væri að velja nafn á hljómsveit, þá myndi ég vilja hafa það eitthvað svoleiðis, skilur við. Og hvað varst þú að gera í þessari hljómsveit? Syngja, kallið minn. Já, varstu söngari? Og veistu hver á trommum? Nei. Gassi, ljósmyndari. Já, sem var í Súper. Já, og hann var umbóðsmaður. Já, ok. Og Einar Örn, sem leik manna í Nonna Manna. Já. Hann var á hljómborði. Já, ok. Nei, jú, hann var á hljómborði. Og voruð það að gigga það? Nei, við giggum ekkert, sko. Nei, gekk ekkert? Nei. Nei, góður umbóðsmaður. Já, Gassi. Nei, við fengum gigg, en einu sinni við ákváðum að taka það ekki á okkur því það var ekki nógu vel borgað. Já, ég hef verið í einni hljómsveit líka. Nei, ég hef verið í tveim hljómsveitum. Og þú varst í H? Ég var í H með Huga. Við skemmtum nú á skólaböllum ána. Já. Hugi og Eiti. Hugi og Eiti, H. Og svo var ég í hljómsveit sem heit Spike. Spike.
Það svona... Hvað varst að gera í þeirri hljómsveit? Ekki raskat. Já, ég ekki að vera að opna með þetta. Nei. Eina sem við gerðum, við máluðum okkur. Já, ok. Í framan. Já. Eins og konur. Þetta var svona Poison tímabili, þegar Poison og Mötley Crüe og þeir voru að tröllir í öllu og þá ætlaði ég að vera í þannig hljómsveit. Já. Það var enginn á okkur að spila hljóðfæri, það var enginn að syngja, en við vorum bara í hljómsveitinni Spike og við máluðum okkur eins og stelpur. Þetta svo mikil sauðakrókur. Þetta alveg skelfilegt, þetta ekkert sauðakrókur, þetta bara ég. Já, fyrir utan það náttúrulega. Það reyndar, Svabbi og Rikki með mér, Svavar nú topp körfuboltamaður á Sauðárkróki. Og þar enn og ef hann að hlusta núna, þá drippa hann. Spike gott, sko. Já, Spike fínt nafn. En ég vil svona skrítunöfn, sko. Eitthvað svona... Já, Johnny and the Donuts. Johnny and the Donuts eða, veist, Crazy in the Brain House, eitthvað svona asnalett, sko. Þó sért að vera þertur, viltu enda vera með svo leysna? Já, ég alltaf að sjá það betra og betra. Ég fer mér ógeðslega illa að reyna að vera svona flippaður eins og ég var, sko. En ég bara þannig manneskja. Já, getur ekkert að því gert að fara í Örnsteins-kilabóð, svo það Sturla staðreyndir og talaði við Síndal. FM 957 og Smirnoff kynna. Í fyrsta skipti á Íslandi. Stuðlaga ball á Spott. Föstudaginn 17. maí. Gagnrýnendur eru sammála. Besta ball allra tíma. Fossalar hafinn á Spott og í Sporthúsinu Kópavogi. Gerið ykkur klár! Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eistins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Miðvikudag á Stöð 2. Matreiðslumaðurinn Árni Ólafur Jónsson settist að í Borgarfirði til að rækta jörðina og kynnast öllum þeim gæðum sem Ísland hefur upp á að bjóða. Fyrsti þátturinn af Hið blómlega bú, miðvikudag á Stöð 2 klukkan 20:05. Stöð 2 í lyftrandi háskerpu. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Túborg á 140 ára afmælum þessar mundir. Í tilefni þess mun danska kráin bjóða hálfan lítra af Túborg á 140 krónur á milli 8 og 9 í kvöld. Ég endurtek hálfur lítri af Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg. Taktu hálft ár í Lýðháskóla í Danmörku með líkamsrækt, kitesurfi, dansi, markþjálfun, strandblaki og ýmiss konar jaðarsporti frá fátt eitt sé nefnt. Opinn kynningafundur á þriðjudagskvöld klukkan 20 í húsakinnum ÖMFI, Sigtúni 42. Jim Beam og Sobieski kynna Icelandic Tattoo Convention dagana 7., 7. og 8. júní á Bar 11. FM 95 blöð. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Öddi og Sveppi í FM 95 blöð. Perfect. Everyone's itching for beauty, but just scratching the surface. Já, það er FM 95 blöð með ykkur hér ágætu hlustandur á FM 957. Eirna Konfekts röddin sem þið heyrið í frá honum Sverrir Þór Sverrissyni. Finnst þér röddin Eirna Konfekts, Sverrir? Já, fyrir suma. Já, fyrir suma. Sumir náttúrulega bara, oi, hvað er með ógíslega rödd. Já, en sumir alveg ákvæmlega skemmtileg. En fyrir þá sem þóla hann ekki, þá er náttúrulega Reykjavík síðdeis bara á bylginni. Getur bara skipt stöð. Við þökkum ykkur fyrir hlustununa þennan þriðju daginn, kæru hlustendur, og ætlum að launa ykkur hér með dagskrárlið sem að heitir, erum við ekki að fara í Talaði við símtal? Talaði við símtal. Já, sem er hressandi og búið að vera í smá pásu. Já, það er langt sem við farið í hann. Já. Og ég hef áhuga á honum. Já, ég líka. Þetta er alltaf, sko, þegar maður er búinn að sleppa honum í smá stund, þá svona, heyrðu þið? Ég sakna þess. Já, mér langar í meira. Já, og þegar hann gengur upp, þá er hann æðislur. Já. Og ég held hér á Bændablaði. Og það er eitthvað sem segir mér, sko, manstu þegar við lentum í bónda daginn, og sko, allir bóndar eru svo hressir, og þannig eins og þau líka hafi gaman að símtölum og svona. Já, það er eins og þau talið sjaldan í síma. Já, þannig að við ætlum að finna einhvern góðan bónda maður sem er að selja eitthvað drasl.
Hérna til dæmis, hérna stendur, til sölu Massey Ferguson, árgerð 72, góð vél, tilboð óskast. Massey Ferguson. Tjekka þessi hérna. Ég var í tíli Massey Ferguson. Að syngja hérna, talaði við hlustundur. Einn löðrandi Massey Ferguson. Já. Já, góðan daginn. Góðan dag. Ég að syngja hérna út af, Massey Ferguson til sölu. Já. Er hann farinn hjá þér? Já, ég búinn að selja minnur. Það þú á landinu? Herðu, ég hérna í Skagafirðinum. Já. Traktorinn farinn suður. Ég hérna, ég bara búinn að selja hann. Traktorinn farinn suður. Hvað segirðu? Er hann farinn suður? Hvað? Er traktorinn farinn suður, sagði það? Hver kallar hann inn í? Já, ég kemur það ekki frá þér, eða? Nei, ég skil þetta ekki. Nú, ég held þú að sagt traktorinn farinn suður. Nei, ég búinn að selja hann, sko. Eitt, hver er þarna? Halló? Halló, nei, hætti nú alveg þitt. Halló? Já. Eitt hver? Já. Ert þú einn? Ég skil þetta ekki. Hver er komin inn á línuna hjá okkur? Ja. En má ég spyrja hvað fór traktorinn á? Já, ég skal segja það allt traktorinn, alltaf gaman að tala traktor. Ég seldi hann á 400.000, ég var búinn að gera hann alveg svo nýjan. Það vantaði bara brettin á hann. Grjót. Ég trúi ekki. Grjótið komið í bílinn. Hæ? Þetta skrítið sími. Halló, ertu með grjót? Hvað sagðirðu? Það einhver hérna þriggja á línunni sem að greipa hana. Ég skil þetta ekki. Ég seldi hann á 400.000. 500.000. Fegstu, hvað segir þið, 500? 400, já, það hefði verið akkurat verðið sem ég var að leita að, maður. Það allir komnir. Ég ætla að kaupa, hver eru komnir? Út af línunni. Halló? Halló, heyrðu þetta skrítið samtal. Eru fleiri hjá þér aðna? Nei, ég bara eitt hérna í farsíma, hérna á Þórsöfn og ertu í sveitasíma? Út af línunni. Já, það hlýtur bara að vera. Það er eitthvað hérna hjá þér. Í hverju ertu, gamli? Er ég í? Ég hef aldrei heyrt þetta áður. Í hver er ég? En, við hvernig er ég að tala? Ég heiti Jón á Þórsöfn. Já, Jón Sælvinur, Bjarni hérna. Já. En hver er hann með þér? Já, það er mér umhverfið að skilja þetta. Þetta kemur bara inn á línuna þegar við erum að tala saman. Það sést í brjóstin á henni. Nei, hætti nú alveg. Halló? Já. Hver er hann? Ég segi það með. Hver er hann á línunni? Það sést í brjóstin á henni. Nei. Halló. Já, Jón hérna. Já, Bjarni hérna. Ég skil ekki þetta símtal hérna hjá okkur. Nei, ég held þetta var að koma frá þér. Nei, ég er bara út í bíl hérna og enginn nálægt mér. Já, ok. Þetta er einhverja á sveitalínunni hjá þess. Já, en ég hef aldrei lent í þess áður. Nei, ég segi það saman, ég hef bara aldrei heyrt svona símtal áður. Nei. Já, svona var það, ég var búin að gera vélina mjög góða. Já, ok. Alveg ekta vél og hún var ekki keyrna með 1164 minnistundir. Ég trú, þetta er 400.000, það er ekki, þú er ekki selt hana mikið? Nei, ég var orðið svo þreyttur á henni. Já, ég skil. Ég var búinn að kaupa, það var nýr vaskassi, hósur og allt, nömdu það bara allt nýtt í hérna. Hún liggur hérna rennandi blöð. Því miður, þá verður við bara hægt að tala saman. Það er nú gaman að heyra í yfirminnur. Já, ég hef mikið áhuga á traktornum. Það er allir komin úr buxunum. Eru hverjir? Ertu í buxunum? Ég er svo aldeilis þess að... Er þetta Jón? Já, hver er það? Halló, er þetta vinur þinn? Nei. Halló, Jón? Já. Hver er þarna líka? Halló? Ég skil þetta ekki. Með rassinn út í vindin hérna? Nei, heyrðu, við verðum bara hægt að tala saman, ég veit ekki hvaða... Snertu mig, Jón. Hvaða vitleisa er þetta? Já, ég segja það með þér. Hvað er maður að biðja um að snerta sig?
Já, það einhver að gera þarna í símanum hjá þér, sko. Alveg greinilegt. Já, en sko, þetta kemur ekkert frá mér. Heyrðu, þetta bara svona. Þú hefði nú fengið góða vél. Já, leiðilegt að heyra. En ég óskaði til hamingju með þetta. Það er alltaf gaman þegar menn eru að gera upp góða massi. Já, þetta var gjörsamlega ókyrrt allt saman og Það er synd að heyra. Það er nefnilega, ég hugsa sér búin svona 15-20 búin að hringja og spyrja eftir vélinni hjá mér. Mér er svo heitt, Jón, ég elska þig. Halló? Já. Við verðum bara að hætta, það er gaman að heyri þig vinnur. Já, sömulegis og hafðu það sem allra best. Já, sömulegis. Og ég beði að hilsa viniðinum hérna á línunni. Já, sömulegis. Þetta er einhver félagiðin eða? Nei, þetta er hjá þér. Ég og Jón erum vinir. Þetta er ekki frá mér. Já. Ok. Bless. Æ, hvaða snillingur var þetta, maður? Er það Bjarni minn? Þetta er aðeinslegt. Þetta var talaði við símtal og við lendum á stórkostlega manni og sveimir ef ég segi hann ekki hérna. Já, það með eiga þetta nú við, maður ringi í hann aftur. Já, hvað heitir hann? Jón. Þetta var talaði við símtal og ég veit ekki með ykkur hlustendur, ég hafði gríðarlega gaman að þessu. Fyrsta verkefni sumarsins, Keflavík Music Festival. Síðasti skilafrestur er sunnudaginn 2. júní. FM 957 og Túborg TV á tónleikum í allt sumar. Nú er Eurovision vika á FM 957. Fyrstu vel með á FM 957 því við munum gefa heppnum hlustendum Eurovision pakka. Sumargóstríkurinn Mix-Up, fullt af leysnakki. Hellingur á Nóakroppi og geisladiskurinn Eurovision Song Contest 2013 með öllum Eurovision lögunum í ár. Allt sem þú þarft í gott Eurovision party. FM 957, 12 stig. Agent.is í samstarfið Túborg og N1 kynna Jason Status, Temper Trap, Royksopp ásamt einum stærsta plötusnúði heims, Nicky Romero á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Athugið ásamt 100 öðrum tónlistaratriðum. Ekki missa stærstu tónlistarhátíð landsins og tryggðu þér miða á næstu N1 stöð eða á keflavíkmusicfestival.com. Með snjallpakka frá Símanum færðu 300 mínútur, SMS og gagnamagn saman í pakka fyrir aðeins 3.490 krónur. Síminn. Taktu hálft ár í Lýðháskóla í Danmörku með líkamsrækt, kitesurfi, dansi, markþjálfun, strandblaki og ýmiskonar jaðarsporti frá fátt eitt sé nefnt. Opinn kynningafundur á þriðjudagskvöld klukkan 20 í húsakynnum ÖMFI, Sigtúni 42. Hraðpenningar kynna mínar síður. Yfirlit, upplýsingar og framlengingar lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Hann er þungur potturinn í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Drekktu í þig sumarið með ferskum og frískandi Flóridana sumarsafa. Flóridana, lifðu vel. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending allt land. Perform.is. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Þið erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Öddi og Sveppi, meðan Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson með ykkur þennan þriðjudaginn. Já. Og það er komið að dagskrárlið sem að ég er persónulega spenntur fyrir. Sveppi. Stundum eru liðir sem að eru alveg ágætlega vinsælir, til dæmis bæði í sjónvarpi og útvarpi, í þáttum sem við höfum gert, sem að maður er samt ekkert allt og hrifinn að gera sjálfur. Já, ég mitt. En svo áskorun á sínum tíma. Það er skemmtilega að vera áhorandi. Já, en veist, eins og þegar við vorum að gera áskoruna, vissum maður stundum að yrði fyndi, en maður kveðina því að þetta átti eftir að verða vont eða kalt eða ógeðslegt. Já. En hérna er dagskrárliðið sem ég hlakka til. Nú, hvað? Við erum að fara í paranoia nágrannin. Já. Þetta er liður sem við byrjuðum með í síðustu viku. Já, vakti mikla lukku. Já, er bara eitthvað, en ég hafði allavega gaman að gera. Þá ringjum við förum inn á já.is, finnum eitthvað stigagang. Í einhverju blokk. Og þá sjáum við öll nöfnin í blokkinni. Svo erum við að ringja í fólki sem býr á stigagangnum, láta eins og við séum fluttir þangað og erum svona baktalaði hinna í ganginum og svona láta eins og sé allt að gerast í stigagangnum, bara svona ljúga. Já, bulla í
liðinu, sko. Já, eins og maður sé mjög paranoir nágranni. Já, og sé með alls konar kjaftasögu. Já, akkurat. Ég komin hérna með stigagang, Sóley Njarðvík Ingólfsdóttir. Sóley hvað? Sóley Njarðvík heitir hún. Já. Ingólfsdóttir. Svolítið svona eins og Natalia París, skilur við. Já, hann bara Maður skýrir oft nöfnin svona þar sem þið voru getin. Já, heldur hún hafi verið getin í Njarðvík, þessi. Það getur verið. Það var svona eins og Brooklyn og Beckham hjá hún. Já. Halló? Já, Sóley. Já. Komdu sæl, Kristján heiti ég og var að flytja hérna í Iðufellið. Kristján, byrju hvenær? Ég var bara núna vika síðan. Og? Ert þú ekki hérna í Iðufellið 4? Já, já. Já, ég ætla að aðtúa að Mattías Lindahl. Já. Er mikið partístand þarna, veistu það? Mattíasi? Já. Nei. Ok, það er búið að vera svo mikið læti, ég er að heyra svo mikið læti. Veitu, hvað ert þú í húsinu? Ég er þarna á annarri hæðinni. Á annarri hæðinni? Já. Veitu, í hvað íbúð? Þarna lengst til vinstra minn. Ertu hjá Sigurði? Já, var að byrja leiðin. Já, nei, það er bara beint fyrir ofan þig. Já, ég er að segja mér svo mikið læti. Mattías er ekki beint fyrir ofan þig, hann er á efstu hæðinni. Nú, ok, hver er þarna fyrir ofan mig? Það er ykkur útlendingar, ég man ekki hvað það heita. Nú, ok. Er eitthvað bullandi vesen á þeim, eða? Það hefur verið það annars leginn. Það er máli. Og bara ekkert að hyggsta við ef það er eitthvað vesen að bara hringja á lögregluna. En hvernig það, veistu hver er að stípla helvítis rennuna með pítsukössum, eru það þið, eða? Með pítsukössum? Já, ég var að henda þarna daginn, það var að stípla og tróða pítsukassa í rennuna. Nei, ég nota ekki pítsur. Nei. Hver er svona líklegur í stigagangun til að vera að pizza sig? Ég hef ekki minnstu hugmyndu að ég geti trúað þau þarna fyrir ofan þig. Já, það er bara partí og pizzur. Býtu, býrðu hjá Sigurði eða? Já, ég er með íbúðunars núna í nokkra vikur. Já, ok, er hann ekkert þarna núna? Nei, Siggi fallinn. Hann er fallinn, kallinn. Hvað meinarðu? Hann kíkt út í smá svona afslöpun, orðuða bara hann. Já, ég meina hann er ekki dáinn. Nei. Nei, menn þú sagðir að hann ekki bara Alls ekki, hann fekk sér aðeins í glaskallinn. Þannig að þú verður þarna í íbúðin einhvern tíma. Halló? Kristján? Halló, fyrirgeðu það slitnaði hérna sem er. Já, þannig að þú verður í íbúðinu einhvern tíma. Já, ég svona ætla að stefna á það, já. Hver er að hendi einhver svona indverska rétti? Ég er að finna rosalega karrilykt á gangnum líka. Ég veit ekki til þess að það hefur verið aðri heldur en Sigurður og hans fólk sem hefur verið með eitthvað svona austurlenskt. Nó. Já. Ég veit ekki aðra. Er þetta að koma frá mér bara? Það getur verið. Ná, ok. Mér fannst ég finna einhverja bölvaða karrilykt þarna daginn. En hann sagði mér samt hans ekki að það væri hægt að pissa þarna undir stigan. Mér finnst það nú strax jákvæmt. Hvað meinar það? Hann var að segja mér að það væri einhver úlingar búin að vera að míga undir stigan. Það er engir úlingar í hús stigagangnum. Nei, það er bara einhverju sem var að koma inn. Hann var eitthvað að segja mér það. Það væri búið að vera eitthvað vesen með einhverja djöfisins landlykt þarna undir stigan. Já, það er ekki einasti úlingur í stigagangnum. Hver var það þá eitthvað köttur bara eitthvað? Hver var að míga þarna undir stigan? Ég veit ekki alveg að það verið hundurinn hjá honum sem hann er búin að vera með í Ólöf í mörg ár. Hvað, ertu með eitthvað bögg út í Sigga? Nei, ég segi svona. Ég meina, hann er búin að vera með hund í Ólöfi þannig í mörg ár. Já, þú vilt meina bara hlandlyktin og karrilyktin og hvað, þetta er ekkert... Nei, ég segi svona. Ég veit ekkert aðra sem að vera með svona mat. Nei, en það getur hún ekki verið bannað að hendi eitt karrirétt meðan bara skrítin lyktin frammi? Nei, það hefur ekkert böggað mig. Nei, ok. En hvernig takk ég á tombólum? Það hefur bara ekkert komið til tals. Ég er múlning. Hún er alltaf að reyna að safna sér einhverju peningum fyrir sígarettum og á það til að halda eitthvað tombólur eitthvað eða eitthvað vesen og hún heldur henni í stigagangum. Það verður ekkert í stigagangnum. Nú? Nei. Þetta er engin læti, sko. Nei, það er engin sala í stigagangnum. Það er bara reyna línur. Þetta er 14 ára stelpa. Já, alveg sama. Hún þarf að eiga Já, hann er að vera með tombólu, þá er hún bara með hana úti eins og aðri krakkar. Þetta segja mig það, stúlka mig með ekki hendi hennar tombólu hérna. Já, ég er að segja þér það. Ég er ekkert að beða þig um að gefa eitthvað í tombóluna, ég er bara að segja hvort hún ekki halda hennar sinni. Nei, ég er að segja þér það, þú er ekkert með neina tombólu innan húsi. Það er ekki að tala um neina tombólu, hún er með tombólu. Það er bannað. Já, það er bannað. Get ég ekki tekið upp á húsfundið? Jú, það hefur verið gert. Áttu eitthvað á tombólu eða? Nei. Anskot. Jæja, heyrðu. Ég meina það er nóg pláss þarna sunnan undir í húsinu. Já, ég sá það nú reyndar. Já. Það hendi einhvern bást þar svo sem. Já. En við verðum ekki menni leiðindi hérna. Er það hún sem er með köttin? Erst þú með kött, spyr kona mín? Kött?
Nei, ég er ekki með kött. Hvað, sástu eitthvað kött, ástu mín? Hann er alltaf lepjandi upp í hurðina hjá henni. Erst þú með eitthvað kött, Sóli? Nei, ég er ekki með kött. Ég veit hún er með köttin. Ok, kona mín, hún segist ekki með kött, ekki það. Herðu, Sóli, takk að ég veit ekki til þess að sé neitt köttur í húsinu. Þetta er bara, ég held að þetta getur orðið byrjun og fallum vinskap hjá okkur. Lakka til að sjá það á gangunum. Ok, bye. Þetta var æðislegt. Jöfullinn, þetta er snill. Ressil nágreinum mættur. Ég held að við erum að hendi í lag og eiga þig inn og eftir. Mér finnst þetta ógeðslega gaman með það. Ég náði gott flug hérna. Já, nefndi hún nafngreindir allir ganginu. Já, hún þekkti alla. Já. Og ég elska líka að hún sagði, ertu þarna hjá Sigga? Já. Það var bara, ég er hjá Sigga. Hún bjóð þetta til fyrir okkur og Sóley maður. Mingja Sóley. Ég þarf að ringja hann og láta hann að vita. En þetta var Paranoia nágrinn. Við skulum fá lag, en trúið mér, kæru hlustendur, sveppurinn tekur einn og eftir. Sveppur ekki alveg á spenntur yfir þessu. Þetta er Rudimental, Waiting All Night. Rudy Sentimental. Já, hann er mér þess að á leiðin til Keflavíkur. Nú er það, er hann að fara út, eða? Hann er að fara heim, eða? Hann er að fara á leik. Nei, hann er að koma í sumar, Keflavík Músufestival. Já, það verður nú eitthvað fjörið. Með Óla Geir og fjölu. Já, veist það, ég held að það geti orðið bara þrusu fjör. Keflavík, maður. Já, Keflavík, ég hef alltaf fílað Suðurnesin. Nei, það? Já, mér, sko alveg frá að ég var að keppa í körfubolta og svona. Ég var náttúrulega alltaf að keppa í körfu, bæði Njarðvík og Keflavík og Grindavík. Mér finnst alltaf ógeðslega gaman að koma á það. Það er bara því bjóst að Sauðárkróki. Heldur það sem máli? Gaman komið svona stóra bæi og... Já, ég held að það verið fínt að alast upp þar. Sko, að besta við Keflavík er náttúrulega Leifsstöð, sko. Já, auðvitað. Það er náttúrulega að segja sér sjálf. Ef að flugvöllurinn var í Reykjavík, þá var það líka bestur Reykjavík. Koma sér af þessu skeri, en ekkert bara í Keflavík. En við erum hér að leika okkur núna í dagskrárlið sem heitir Paranoia nágranninn. Já, hann var dásalvöðu núna. Hefnaðist fullkomlega núna, áður við fórum í þetta lag. Og það er komið að sveppan. Við ákvæmum að bíða svona aðeins þannig að því að hitta á svolítið langt. Já, ég er búinn að finna mér mannesku sem ég ætla að hringi í. Ok, og ég var að vinna með Iðufelli, að því ég bjó í Iðufelli. Já, ég bjó í Æsufelli. Já, þú tókst það líka. Viltu hvaða Æsufell á hendi núna? Bara, 6 eða eitthvað? 6, ok. Ég er búinn að finna hérna eina á netinu og einhver Guðrún hérna. Guðrún, og ertu með nöfnin tilbúin líka á gangin? Já, þannig að þú getur verið að neymdroppa á... Já, allir sem búa, en ég ætla bara að vera, ég verð alltaf svo, þetta kemur bara ljós. Já, ok. Ég ætla að reyna að vera paranoia þér. Já, bara yfir öllu. Já. Herru, þá bara, ertu tilbúin? Er þetta númerið hérna? Já. Þannig að ég ringi hér, þetta er, Paranoia nágrann og það er komið að sveppa. Já, halló. Já, Guðrún. Þetta er Guðrún, já. Já, sæl, þetta er hann Einar hérna á 4. Hvað sér þau? Þetta er hann Einar. Já. Ég er hérna upp á 4. Ert þú að þrífa stigaganginn? Einar upp á 4. Hvað var 4? Nú í Æsufellinu. Já, Æsufelli 6. Já. Nei, ég þríf ekki stigaganginn. Og hver gerir það? Það er eitthvað fyrirtæki. Hvaða fyrirtæki er það? BG, eitthvað ræstingavörur. Já, sko, að maður skuli vera að borga fyrir þessa þjónustu fyrst mér náttúrulega bara... Já, ég er ekki stjórninu, mér kemur þetta ekkert við, sko minn. Nei, hérna, akkur mætti þú ekki að síðasta húsfund? Mætti ég ekki að síðasta húsfund? Já. Býttu, mér finnst bara ef að það á að taka einhverja ákvarðanir þá þurfa allir að mæta. Býttu, ég mætti bæði húsfundi hérna í stegaganginum og stóra fundin úti, hvað er þetta? Já, stóra fundin úti, mér finnst það er nú kannski annað, sko. Ég mætti húsfundin hérna niðri líka. Já, það var alltaf einhver húsfundur þar sem að mér fannst vera bara ansi fáir. Já. Og veistu, hvað er með það að það megi vera með laus dýr í stigaganginu? Ég veit það ekki. Mér finnst bara mjög óþægilegt að mæta hundi í liftu. Já, en það sem að ég er ekki í stjórninni get ég ekki skipt mér neitt af þessu. Já, en hver er í stjórninni? Hún Jónína. Já, Jónína með allt, sko, hún eiginlega sko farin að skella bara á mig. Já. Ég veit nú ekki... Ég get ekki bendur á neitt nema að tala við húsvörð. Og hvað finnst þér um þessar tombólur sem á að fara að halda? Ég hef ekki heyrt hana. Já, en hvað, veist, sko, þú verður eiginlega, ég er búin að vera þarna í hálft ár. Ég get ekki gert í þessu. Og akkur á að vera með sameiginlegan prentara fyrir allan stigagangin, þar sem allir geta prentað út. Ég hef ekki eins og heyrt það. Nei, það er að því að þú varst ekki á síðasta húsfundi. Hvenær var hann? Hann var núna bara 14. apríl.
komdu með annan brandara, ég var á húsvendinum. Ekki síðan? Þú getur hringt niður í eignaðum sem spurt að hvort ég ekki skrifa nafnum þetta á mætingablokkina. Já. En það var allavega búið að tala um hennar brandara og ég vil ekki taka þátt í þeim kaupum. Þú veist alveg nógu mikið að vera að borga fyrir þessar hreinlætisþjónustu og það ennþá allt drullu skítu. Herðu, tölum þetta saman seinna, það gestir sem ég voru að sinna þeim. Hver var að tala um að þetta vera sundlaug í bakvið? Þetta veist það, þessi var æðislega líka. Hún var þessi mætir á alla húsfundi. Bara gleymd þessu, segðu mér annan brandara. Ég var á síðasta húsfundi. Og líka á stóra fundinum, út í garði. Já, stóra, hvað ég vilja mæta hann maður. Ó, þetta hefur verið stemming. Ég samt svona ekta haugurinn sem að mæta aldrei á húsfundi. Ég treyst alltaf bara einhver öðrum fyrir því. Já, þetta er leiðilegasta sem maður gerir. Já, maður ásamt að mæta. Nei. Maður er haugur. Þetta var Paranoia nágranninn. Þá vorum við báðir búin að taka þetta í dag. Ég var áðan og Sveppi fór á kostum núna. Yndislegt. Þetta er hressandi. Þú vext með þess að 2. Alveg nýr maður. Smárabíó og Stöð 2 Sport kynna í samstarfi við Betsson og Sparna, umboðsaðila Bayern Líf á Íslandi. Bein útsending frá úrslitaleik meistaradeildarinnar Bayern München Dortmund í hágeða þrívít laugardaginn 25. maí í Smárabíó. Upplifðu leikir í fullkominni þrívít og hæstu hljóð og myndgæðum á risatjaldi. Miðasala hefst 5. daginn 16. maí klukkan 10 á miði.is. Athugið takmarkað magn miða í boði. Fyrstir koma, fyrstir fá. Smárabíó og Stöð 2 Sport. Saman í þrívít. Við tryggjum framtíð þína með örugum lífeyri. Við gætum hagsmuna þinna eins og þeir væru okkar. Sparnaður. Boltinn rullar í allt sumar á Betsson. Betsson.com. FM 957 og Pepsi Max á Beyoncé tónleikum í sumar. Kemur þú með? Við ætlum að gefa heppnum hlustanda draumaferð á Beyoncé tónleika í Kaupmannahöfn 27. maí næstkomandi. Ef þú ert eiga möguleika að koma með, þá postar þú mynd af þér með Beyoncé á Facebook síðu Pepsi Max á Íslandi. Aðdugið, við munum velja úr þeim myndum sem fá 50 like eða fleiri. Pepsi Max, Beyoncé og FM 957. Pepsi Max, alvöru bragð, engin sykur. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Túborg á 140 ára afmælum þessar mundir. Í tilefni þess mun danska kráin bjóða hálfan lítra af Túborg á 140 krónur á milli 8 og 9 í kvöld. Ég endurtek hálfur lítri af Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg. Í dag er þriðjudagur. Það þýðir að það er þriðjudagstilboð hjá Dominos. Þú sækir miðstærða pítsu með 3 álagstegundum af eigin vali fyrir 1000 krónur. Pantaðu þitt þriðjudagstilboð á dominos.is eða síma 58-12345. Fáðu þér snjallpakka og verð í sterkara sambandi með snjallsímanum. Síminn. Happaþrennan. Skemmtilegt að skafa. Þú getur slakað aðeins á og keyptir smá tíma. Og það með afslætti. Þú reddar bara kvöldmatnum á stöðinni. Panini, borgari eða dýrindis kjúklingasalat. Og afsláttur með orkuleiklinum. Stöðin. Miðvikudag á Stöð 2. Matreiðslumaðurinn Árni Ólafur Jónsson settist að í Borgarfirði til að rækta jörðina og kynnast öllum þeim gæðum sem Ísland hefur upp á að bjóða. Fyrsti þátturinn af Hið blómlega bú, miðvikudag á Stöð 2 klukkan 25. Stöð 2 í lyftrandi háskerpu. Góðir landsmenn, hér kemur áríðandi tilkynning. Túborg á 140 ára afmælum þessar mundir. Í tilefni þess mun danska kráin bjóða hálfan lítra af Túborg á 140 krónur á milli 8 og 9 í kvöld. Ég endurtek hálfur lítri af Túborg á aðeins 140 krónur. Eigið góðan dag og munið, fjörið hefst með Túborg. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Frábært úrval af hágæða fæðubótaefnum frá Optimum Nutrition. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Fyrir að hlusta hér á FM 95 Blö, Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson með ykkur þennan þriðjudaginn. Ágætis veður úti, það er endar eini gallin við þetta stúdíu hérna Sveppa, við sjáum ekkert alltaf veðri. Nei, ég fór svona að tekka á því og
Það kannski ekki droslega hlýtt en það bjart og fallegt. Já, ég að fara að grilla, maður. Já, þú ert alltaf grillandi núna. Já, grill í liðinu. Grilla í liðinu. En það eins vegar komið að dagskrárlið sem heitir Sturlaðar staðreyndir. Já. Það búið svo mikið að gera hjá okkur í dag að við höfum ekki komist til Sturlaðar. Nei. Og ég með nokkra mjög skemmtilegar handaðar í dag, ekki bara handa þér Sveppi, heldur handa hlustandur líka. Já, það gleður mig. Og ert þú tilbúin í nokkrar vel sturlaðar? Hell yeah! Hver svona uppáhald sturlaða staðrindi inn hinga til? Eitthvað sem var mannst í fljótu? Já, ég man eftir þig. Já, hver er? Því að ég þarf að vera á tánum stundum þegar ég kík út af lífi og svona, þá er fólk að biðja mig sturlaða staðrindir, ég þarf að hendi þér. Eða það? Já, ég alltaf með rétt í eitthvað. Gef alltaf eina. Já, það er enda vel gert. Já. Nei, það eru mjög margar. Okay. Það er ein sem að sló mig, sem að ég held að sé röng. Hvað er það? Að breiðasta gata í heimi sé í Brasilíu og taki 160 bíla. Já. Já, allavega, það var gott mannst eftir henni. Hún sló þig. Hún sló mig, Ég er með 10 nýjar handa þér. 10 nýjum. Handa þér og hlustendum. Eru þið tilbúin kæru hlustendur? Woohoo! Yey! Þá byrjum við. Fyrsta hér, það er erfiðar að hætta á Facebook en að hætta að reykja og að drekka. Sturlu staðrind. Wow. Það er búið að gera eitthvað vísundarlega könnun á þessu. Sæll. Ég er orðinn háður því alltaf þegar ég fer á netið, þá fer ég alltaf inn á Facebook. Þetta er alltaf gamli góður rúndurinn minn. Já. Ferðu fyrst inn á Facebook þegar þú fer inn á netið eða ferðu fyrst inn á Vísi? Ég fer fyrst alltaf bara á MBLD og Vísi. Já. Og svo inn á Facebook og Twitter. Þú ert ekki inn á Twitter? Nei, ekki á Twitterinu. Nei, ég byrja á Facebook, tek svo Twitterin, svo fer ég Vísir, hendi mig svo jafnvel MBL, tek fótbolti.net og 433, svo DFF. Það er svo, hendi þetta pálma. Ég sitt stundum bara fyrir fram á tölvuna og veit ekkert hvað ég á að skrifa. Já, ég hef oft lendið í því. Það er ekkert jafn þreytt og þú ert búin að skoða alla síðunar á netinu sem þú skoðar reglulega. En hefur ekkert annað að gera og ert bara svona pirraður að leita þér að eitthvað. Þá googla ég bara alltaf Rolling Stones og fyrir að lesa eitthvað um þá. Já. Ég tók daginn og fyrir ég stundum á YouTube og byrja að skrifa bara Nirvana, sjá svona gömul viðtölum. Já, það er skemmtilegt. En eru þið áfram með sturlaðar staðreyndir? Það er svo mikið spjall netið þarna. Afsakið þetta. Það voru einhver orðnir brjálæðir í bílnum. Já, fleiri staðreyndir. Já, hér kemur næsta. Ef þú kreppir vöðvan á meðan að moskítofluga býtu þig, þá springur hún. Nei! Þannig að það er mjög áhugaverð. Næst að kemur svona moskítofluga á upphandleggina þér, kreftu, horfðu hann að springa. Djúðlar ég gaman til að ná því maður. Já, ég líka. Það er okkur mjög erfitt. Að ná því akkurat, já. Sér maður eitthvað þegar það er að býta mann, er þetta ekki ástast á nóttina eitthvað svona kjátt? Þetta er svona í... Ég hef aldrei bara setið eitthvað stað með bjór bara í sólinu og svo allt í hérna bara, heyrðu, wow, það er einhver moskítofluga bara hérna að dæla blóðum mér. Nei, ég held, ég sé nú ekki að tala um raskatinu núna, en ég held að það komi svona í ljósa skiptunum, sko, þegar dagur er að kveldi komin. Talar oft með raskatinu? Já, yfirlega. Það komið að þriðju. Fólk svaf 3 tímum lengur að meðaltali áður en ljósapyram var fundin upp. Já. Það var miklu mér að gósið á maður. Það var enginn að stressa sig á fætur, bara allt dimmt. Maður. Ég er enda, nú erum við búin að, sko, það er engin persóna held ég, það er aðeins minka núna eftir að við erum bara saman einu sinni í viku. En svona, fyrir árið síðan, þá hefði ég ekki varið ekki með neinu jafn miklum tíma og ég varði með þér. Heldurðu ég hefði plummað mig í gamla daga? Nei. Heldur ekki? Nei, plummaði í gamla daga. Þegar það voru menn á hestum og svona. Já. Nei, þú verður bara döður. Miklu minna stressamt. Þegið, þú kynir ekki að setja hnakk á hest. Ég myndi læra það, Sverrir. Ég lærði að keyra bíl. Þannig ég hlýt að geta lært að setja hnakk á hest. Þannig að þú myndir ekki nenna því að það væri alltaf svo kallt úti. Hættum þessu, ég ætla bara einn í næstu. Heath áður ég verið brjálaður. Heath Ledger, já, þessi var mjög áhugaverð og tók hann hérna með. Heath Ledger var með sína eigin Joker dagbók sem hann skrifaði í daglega hluti sem hann hélt að Jokernum myndi finnast fyndið eins og eyðni og blind börn og fleira. Og hann var þá endanum ruglaður og Jack Nicholson var búinn að vara með þegar hann tók að sér hlutverkið að hann þyrfti að fara rosalega varlega því að hann vissi hvernig leikari hann væri svo hann yrði ekki bilaður og veitir menn, hann fór yfirum með að fram til sjálfsmorð ekki? Já, átti erfitt með svefn. Það er nú, ég held að það sé ekki staðfest hann aðeins fram í sjálfsmorð. Nei, ok, hann var komin einhverju líf og eitthvað svona. Já, hann var orðinn nett bilaður. Já.
Það þegar maður les svona líka, skilurðu, veist, ekki það að maður hafi eitthvað leikið kannski í svínasúpunni eitthvað, þá bara, veist, maður var heima að éta banana, veist, ristabrauð með bönunum og kókomjólk og svo ringdi Óskar bara, herðu, þú ert að koma aðeins fyrr, ekkert mál, svo bara mætti maður og byrjaði að leika, þannig menn bara... Já, all in. Já, ekki það kannski ekki alveg að sama að leika Jokerinn í Batman hjá Christopher Nolan og að leika í svínasúpunni, en... Nei, en samt... Allt í end þetta bara velni vinna, sko. Já, reyndar. Menn að fara aðeins svo langt að henni innfinnst mér. Já, hversu djúpt þetta kafa, maður? Já, við varum að byrja að skrifa dagbók sem Jokerinn. Hvað, hann var bara orðinn Jokerinn þá? Já, ég meina Daniel Day-Lewis. Já, hann líka svona. Hann sökkur sér í allt, sko, en hann samt ekki, hann getur samt alveg fungerað. Já, ég byrja það, kannski bara þetta sveppi. Það sem að vantar hjá okkur sem leikara. Við þurfum að fara bara inn í, eins og næstur að þú ert kalla á þakkinu, vertu krakkafíblið. Svo næsta, afsaki, neglurnar á þær gufa upp í kóklasi eftir 4 daga. Já. Challenge að tjekka því, maður. Takk eina. Rífa af mér eina nögl. Bara til að tjekka á sig fyrir kallinn. Nei, ég meina, ég gerði þetta í gamla dag, tók ég tönn og sett hann í kók. Já, og gufaðu? Nei, ég tók ekki úr mér tönn, ég misti tönn. Það varstu bara heima bara og beint í glasi? Já. Og gufaðu upp? Nei, hún gufaði ekki upp, hún var svört. Já, ok. Já, maður veit svo sem alveg að það ekkert holdt að drekka gos, en maður gerir það samt. Nei, og það greinilega ekki holdt fyrir neglunar. Greinilega ekki, sem gott að vita, ég ætla ekki að vera með neglunar. Já, liggjandi einhvern goslegi. Hvað er með neglunar að vera í gósunni? Já, ég held að það var svo gott fyrir það. Svara hérna, fyrsti, já, þessi hérna hún skemmtileg. Fyrsti smokkurinn var gerður í kringum 1500 og hann var úr inneblum á inneblum á lambi eða svínum. Garnir. Já, bara svona, þetta sér ekki fyrir hérna, veist, þetta eins og gummi, ef þú hugsaður þetta, svona inneblum hérna í svínum. Svona eins og í kepp einhverjum. Já, og þetta var bundið félagann og dýft ofan í mjólk fyrir notkun til að bleita hann. Spáði í vesinni, maður. Það eru menn í dag sem að þurfa bara að rífa lítið gat, taka hann út og renna honum á. Hann samt deyr við það. Hvað þá þróðu þurftir að ná þér í inneflu svíni, og dýfa í mjólk. Og dýfa hann í mjólk. Ég mátti ekki alveg stíft í vatni eða eitthvað. Já, það var greinlega eitthvað gott að setja það í mjólk og meðan kannski kona en býður bara á. Já. Hvað er það að gera, ástöð mín? Ég á eftir að setja mjólkina en ég var að binda þetta á hérna. Já, haltu þér í stuði. Hérna... Það getur ekki kvartað í dag. Myndi maður ekki bara taka sjansinn? Það enda okkur heldur að vera miklu stærri fjölskyldur í gamla. Það nefndi ekki að standa í þessu. Bara þetta glemt þessu kjaftaði maður. Ok, áfram með þetta. Óvinnsalasta hljóð í heimi ef þegar einhver að guppa. Já. Það var eitthvað könnun gerð. Húast eitthvað. Já. Maður hefur kúast á því að heyra aðra kúast eða guppa. Þannig að ég þarf eiginlega að taka undir þetta. Þetta sé ekki svona ógeðslegasta hljóð í heimi. Jú, þetta eitt af þeim. Eitt af þeim? Hvað, ert þú með eitthvað annað eða? Nei, menna, veist, nei. Þú ert ekki ískur. Veist, sem ég finnst ógeðslegt þegar að gaffall rispaður í... Já, reyndar, mjög ógeðslegt að vera að taka svona töflu með nöglunum. Og líka þegar að vera að gera svona blöðru. Já, það fæ ég ríkalega svona óþægindarhald. Klíutilfinningu. Það eru 2 eftir. Já. Það eru til já, þetta. Ég vissi að þú myndir hafa gaman að þessari. Ég hló upp á til að lasa þetta án. Spáði, við erum ekki allir eins kallmennir. En það eru til menn sem eru háðir lyktinni af Play-Doh-leirnum og get ekki hægt að éta hann þótt verði veikir. Hvað er það? Play-Doh, þetta er svona leir, það er úkslega góð lykt af þetta er í bjóð í Bandaríkjunum, þetta er bara leir, bara vinsalisti leirin í Bandaríkjunum. Já, hvernig getur þú getið leir? Það er svo góð lykt á hann, þeir eru háðir lyktinni. Og þeir verða veikir á þessu, náttúrulega, þetta er leir, en þeir get ekki hægt að éta hann. Og ég barast það. Já, en það er náttúrulega, þú veist. Ég sá einhvern tímann eitthvað svona þátt sem hétt Bad Habits. Já. Það var svaðalegur. Voru menn að éta leir þar, eða? Nei, það er kona, og þetta var alveg, 20 minna viðtal við hana og fylgjast með henni. Já. Hún fer ekki út úr húsi nema með svona, rollon. Svitaeyðir? Svitalyktaeyðir og er að éta hann. Éta hann? Já, svona svitalyktaeyðir.
ok. Sem svona eins og bara svona kertavaks. Já, ég fæ mér út oft helgar en ég get alveg fara út. Hún funkar ekki, hún bara, það var sínt það sem hún satt og nart í þessu og endalaust að geta þetta og bara, það verður, hún var sínt bara í einhverju apóteki þar sem hún er að kaupa. Já, hún er bara veik. Já. Það eru svo síðasta. Kannski óþarri að lesa hana, en það eru 12 kaloríur í matskeið af sæði. Sturlu staðreynd. Jæja, þá komið, ég veit það. Það er komið gott hérna af Sturlu staðreyndum í dag. Ég held að það væri fleiri. Það er ekki þetta að vera töðið við því, þetta er allavega ekki óholt. Nei, einmitt. En hérna... Viltu fara nánar út í þetta? Nei, alls ekki. Nei, alveg. Þetta er fjölskyldu þáttur. Segðu mig hvað stóð upp úr í dag, Krull? Það var þessi síðasta, sko. Nei, komdu með eitthvað aðra. Bara smokkurinn, það. Smokkurinn var mjög góð, sko. Já, mín uppáls var hérna, mér fannst áhugavert með Heath Ledger og svo fannst mér líka að kreppi vöðan þetta með hérna moskítuflug. Já. Þetta var frábært. Takk fyrir þetta, Auðun Blöndal. Takk fyrir að hlusta. Kæru hlustendur, það er komið að lagi. Það er komið að lagi og þetta er Jay-Z og þetta lag ásóldi við mig. Ég ætla að vera Forever Young. Ég segi nú bara sem betur fer Hlöllu ekki með heimsendingu. Því þá færi ég líklega aldrei út rúsi. Hlöllabátar ávanna binda díuna. Með samstarfinu við te og kaffi hefur alltaf verið að það þurfi ekki að laga kaffið á stöðinni. Það er nefnilega ekkert að því. Stöðin. Frá einum besta leikstjóra samtímans, J.J. Abrams, kemur ein magnaðasta hasarmynd ársins, Star Trek Into Darkness. Gagnrýnendur eru á einu máli. Þessa mynd verða menn að sjá. Star Trek Into Darkness, komin í bíó. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Optimum Nutrition fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1, Kópavogi. Hversu gott er blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. FM 95 Blö hér á FM 957. Við erum með ykkur hér til 6 í dag, styttist í lagið Á leiðinni heim sem er alltaf hressandi. Hér á eftir og... Það verður nú eitthvað gott, sko. Vilt þú hafa puttan í því, eða? Það gæti þurft að hafa puttan í því og velja eitthvað gott, velja lag. Sko. Það er alltaf gott lag Á leiðinni heim. Það hefur aldrei klikkað. Það er svona misjæft, sko. Já, en við vorum að ræða hérna ædolið á meðan að við ákveðum að býða með það að ræða það. Sástu það á fyrstæðin? Já. En svo til dæmis þar, þegar það verið að velja lög fyrir þau, hvað hverju geta að velja eitthvað almennilegt? Þú er alltaf að láta þau syngja eitthvað djöðstrast. Já, sumar þarna stelpunar gátu nú ekkert valið lög. Hvað er Kría að gera í úrslitin? Getur þú sagt með það? Hún er reyndar ágætið sönguna. Nei, svo kann ekki að velja lög maður. Angie þetta út, sko. Óþólandi þessi country viðbjöður. Já, Angie var frábær. Angie var aðeinslega, sko. Þetta er allt frábært fólk. Það er bara einhver að vinna þessa keppni og setja klára þetta drast. Uppáldið mitt alltaf út í þar síðustu viku. Þarna svarta stelpan, já. Já, mér fannst hún frábær. Já, hún var ógeðslega góð. Ég var bara actually pirraður, ég skil ekki, ég hugsaði líka með mér, ég sat einn heima bara að horfa á þetta. Já. Það er ekkert fjölskyldukvöldi á mér þegar kemur ædolið, heldur ég bara eitt sköllóttur inn í stofu og horfa á þetta og brjálaður. Og ég hugsaði ángríns með mér bara svona í hausnum og ég er ekki að fíblast núna, ég er að segja þér og hlustum dagsatt. Ég hugsaði með mér, ég var svo pirraður frá datt út. Slakaði, þeir verið drullu saman til klukkutíma. Já. Ég vil ekki vera að láta þetta pirra mig eitthvað. Nei. Það er reyndar ef að Randy Jackson hann er að fara að hætta sem eru ömulegt. Nei, af því að sko ef hann segir einu sinni viðbútt he's in it to win it þá fer ég að út og ræðst á hann. He's in it to win it. Let me tell you one thing now, Ryan. You know this girl? She's in it to win it. Og horfið svo alltaf át í sal eitthvað svona. Geðið spenntur. Alveg sjúklið töðunar með hann. Ég hef alltaf fílað Randy my dog. Já, hann er ágættur. En þetta er svona eins og þegar eina bárða við mig bara Þetta er lögreglumál. Mástu því? Og það var bara einhverju 4 sem lógu og hann sagði það alltaf. Með eina bárða er hann hvíti Randy Jackson. Já. Það var náttúrulega sko, það gerðist nú X-Factor momentir á Íslandi sem að mun aldrei glemast. Þegar Allan vinnur okkar datt út og eina bárða fór að grenja upp á sviði. Það er eitthvað sem við mun aldrei glemma. Alveg rétt. En svo er annað í þessum keppnum. Það var ég ekki að tala um á Íslandi, þegar það var kannski svona gefumál, en hérna
að úti. Nú ég sökkar í þetta, ég hef sagt áður hérna eins og þetta. Ég horfa á allt þetta rusl. Já, ég gera það reyndar líka. X-Factor og Idol og þetta. Já. Hvað hefur maður oft heyrt? Þið eru sko ekki búin að sjá The Last of Me. Já, þeir munu heyri mér aftur. Af liðinu sem dett út. Já, svo það farið og maður aldrei séð aftur. Nei, reyndar höfum við kannski ekkert mikið heyrt af því sko, en þeir eru kannski að gera eitthvað úti. Þú getur dott inn einhvern söngleik í Boston eða eitthvað whatever, skilur. Þú ert kannski ekkert einhvern megastjarna. Þú ert ekkert megastjarna, en þú fær kannski að vinna við þetta að hluta til. En það sem að mér veist mest skrítið við þetta allt saman, það er þegar 3 eftir, þá farið með þau heim til þeirra. Já. Í bæinn þeirra. Já. Þar sem að bæjarstjórinn tekur á móti þeim og gerir, þú veist, 11. maí er Andy Craig dagurinn eða eitthvað. Og gefa þeim lykil að borginni. Já, og þau eru bara, og veist, hugsaði, hvað er þetta margir? Það eru búin að 10 seríur. Já, það er ekkert alltaf sami heimabærin, sko. Þú veist, þetta er fólk sem býr öll Bandaríkin. Já, ég veit það, en hugsaði, núna er ekki bara söðukrökkur og söðukrökkur. Nei, ég veit það, það er fullt af fólki hérna sem er í dag búið að taka þátt í Idol 1 eða 2 eða 3 sem við vitum ekkert býr í einhverjum heimabæ, eitthvað lengst í raskati og það er alltaf 1 dagur á ári sem er eitthvað svona Idol dagurinn þeirra og þetta er kannski fólk sem er bara að vinna í einhverju samlokubúð. Nei, fyrir þetta ef þú kemst í top 3 í American Idol þá ertu ekkert að fara bara að vinna við það að smyrja samlokur í heimabæniðinu. Ertu þá bara solid? Nei, þú ert ekkert solid, þú ert bara að harka held ég held þú gefist ekkert upp og farið bara heim að Nei, það er samt svo skrítið skilur svo kannski er úr sama bæ kemur kannski einhver, veist skilur Rihanna. Það er bara mjög óalgengt. Þetta eru svona litli bæir sem eru að koma úr sveppi. Þetta er ekkert bara Reykjavík sko. Já, en það er svo astan að gera Þú veist að í New York er fullt af litlum bæjum sko. Ég veit að New York er ekki bara Manhattan. Ég veit það. Já. En og heldur það er ekkert verið að fagna sem degi alltaf, heldur þau bara núna til dæmis. Já, þetta er grafið í steina. Já, heldur það sé bara, býtu hvað, er ekki 7. maí? Jú, okkur, er það ekki Rúben Stöddardagurinn hérna í Alabama? Alveg, förum að fáum okkur shake. Fólk mani þetta ekkert, sko. Nei, ég veit það. Þetta er bara að búa til fyrir sjónvarp. Ekki verið að það er alveg ótrúlegustu hluti þess að þú lætur pirra þessu. Já, eitthvað svona kæft. Ég tek eftir í gegnum tíðina sem að bara skiptir engum. Já. Nákvæmlega að baka á því að þessi komin einhver dagur, þetta er bara til að búa til sjónvarp. Já, það er mitt. Vilt þú sveppa Kruldaginn? Vil ég, nei. Í Breiðholti? Alls ekki. Hér í Breiðholtinu, hér eftir. Já, sveppa Kruldagurinn í bökkunum. Allir með grín hárkollu og bumbu. Og þú fær lykil á holtinu. Já, Breiðholtinu. Plebbalegt, maður. Já. Og svo er bara alltaf farið að grenja, sko. Já. Grenjað út í endalausa. Heldur þú færir ekki að grenja sjálfur, eða? Jó, maður myndi tárast ef maður kemur og bara allir bærin að taka mótið þér. Nei, það er enda góða punktur. Já, það er enda alveg rétt. En sko, sérstaklega þegar maður er að sjá fólki sem að dettur út og þá svona, hei, þú ert búin að gera frábæra hluti hérna í sem þetta, við ætlum að fá að kíkja á það sem þú ert búin að gera. Þá sínt svona myndir af því frá því að það mætti í pröfuna og þangað til að datt út, sko. Já. Og þá sér maður alltaf svona í litlum glugga efst í horninu myndin af keppandanum sem er að horfa á sjálfan sig í keppninni og er grenjandi yfir eigin ágæti. Já, hún er, ég held að sé hérna... En það er kannski einhverju meiri tilfinningarússi heldur en að þetta... Já, og meira líka hérna að gráta yfir þessi dottin út. Já, og líka bara tilfinningarús. Já. Þetta er tilfinningarús. Herru, það styttist hér í lagið á leiðinni heim. Það er, ekki núna heldur næst, en við ætlum að fá núna ungan mann sem að verður með mér á morgun. Pétur Jóhann verður í fríi, en Blautur Junior, hann ætlar að vera þetta með mér á morgun. Þetta er honum og lagið heitir Nóttin er ung. Svo er það lagið á leiðinni. Þetta er Steindi Junior og Bent með Nóttin er ung hér í FM 95 Blu. Það er hins vegar komið að laginu á leiðinni heim og yeah baby yeah. Við höfum valið það saman hér við Sveppi. Hvernig er kvöldið það Sveppalingur? Það var að grilla ára og fá fólk í mat og allt það er allt í gangi. Hver er að koma í mat? Það er að koma hérna Helgi og Gunni og Karolín og Kitty og börnin og allt crazy sko. Hellingur að liði bara. Já. Varst ekki að bjóða kettlinum? Þú mátt koma. Næ, góður. Og já, þannig að þið ætla að horfa á Eurovision þó Ísland sé á 15. Já, þetta er ekkert eitthvað Eurovision partí sko. Nei, ég skilji. Bara borða og hafa gaman. Já. Og var kósi. En lagið á leiðinni heim, talandi um Eurovision. Valdi, allar að taka lagi sem ég var að nefna. Já, þetta er þvílík perla. Þetta minnir mig á félagsmiðstöðuna Sauðárkróki. Og öll lög sem minnir mig á félagsmiðstöðuna Sauðárkróki eru góð. Ó, já. Þetta er,
Lagið á leiðinni heima á að vera pínu nostalgía. Já, það alltaf. Ég set alltaf svona eldra lag á þá, sko. Já. Og ástæðan fyrir þess að talandi Eurovision að þessi kona tekur þátt í Eurovision þetta árið. Já. Og það fyrir England eða Breta. Og lagið sem að hún syngur í Eurovision í Malmö ekki alveg að flóta á þetta lag, því að ef hún væri að taka þetta lag og þetta væri nýtt, þá myndi hún rúlla upp þessari keppni, það nokkuð ljóst. Já. Þetta með betri lögum sem að maður hefur heyrt. Maður fer kannski ekki alveg svo langt, en þetta bara lag sem alveg bara þvílík snild. Komið ykkur fyrir í bílnum og hækkiði. Hér kemur vinkon okkar Bonnie Tyler. Hell yeah. Með Totally Eclipse of the Heart. Já, veist að nú ætlum ég sjálfur að hækka og halla mér aftur. Ég var alveg til einu svona enn og hana. Turn around bright eye. Vákvað náður hún. Það komið að lokum hér hjá okkur Sveppa í dag. Klukkan að verða 6. Kæru hlustendur, takk æðislega fyrir að nenni að hlusta á okkur þennan þriðjudaginn. Vonandi nenni að hlusta aftur á morgun. Þá verðum við Steindi Junior hér frá 4 til 6. Pétur Jóhann í fríi. Rikki G mættur í hús og hann sköllóttur. Wow! Búinn að snóða sig kallinn. Wow! Ég var bara hrættur við síðan. Hann með risa tattoo. Já. Orðin vel þykkur. Ég hætti að vera með sexpensana, sagði einn í dag þá var það svo gæðin í Prison Break. Já, líka bara tók það með pensarann og... Já, bara, heyrðu, ákveður að vera snúða sem þú ætlar með pensara. Ef ég myndi mæta þér í Fiskisundi, ég myndi hlaupa. Já. Það bara svoleiðis. Þessi glæpamaður ætlar að vera með okkur til 9 í kvöld, takk vel á mótunum. Sveppi, takk fyrir daginn. Takk sömuleiðis, vinnu minn. Þú ert frábær. Já, sömuleiðis. Eftir öll þessi ár. Já. Ég ekki ankomið leið þér. Ekki heldur. Ekki óbúslega gaman að þér. Ég algjör snillingur. Það komið okkur, takk aðeinslega fyrir okkur. Heyrust á morgun, bestu hlustendur Emi. Bring the action. 957 og Túborg TV á tónleikum í allt sumar. Agent.is í samstarfi við Túborg og N1 kynna Hjálma, CCA, Valdimar, Jónas Sig, Ásgeir Trausta, Ólaf Arnalds, Pál Óskar, Bubba, Sign, Sólstafi, Skálmöld og hinn einu sönnu Stílort á Keflavík Music Festival dagana 5. til 9. júní. Athugið ásamt 100 öðrum tónlistaratriðum. Ekki missa af stærstu tónlistaratrið landsins og tryggðu miða á næstu N1 stöð eða á Keflavík Music. Kaffið á stöðinni selt í samstarfi við Te og Kaffi. Við vildum nefnilega bjóða upp á almennilegt kaffi. Þess vegna settum við Te og Kaffi í máli. Stöðin. Frá einum besta leikstjóra samtímans, J.J. Abrams, kemur ein magnaðasta hasarmynd ársins. Star Trek Into Darkness. Gagnrýnendur á einu máli. Þessa mynd verða menn að sjá. Star Trek Into Darkness. Komin í bíó. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Vantar þig hágæða fæðubótaefni? Kíktu inn á perform.is. Frí heimsending all land. Perform.is. Hversu gott brúnt karamellu Nissa? Húðflúraði flóðhest hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Topp tónlistarstöð.